Já, nú ætla ég að sýna ykkur pínlítið hvað þið eigið að gera í verkefninu Vogaskóla í Photoshop og rifja í leiðinu upp það sem við þurfum að kunna í sambandi við að vinna svona einfalda myndir. Til að sækja myndina þá hægri smellum við og segjum Copy Image eða afrita mynd. Förum síðan í Photoshop og munið þegar við setjum nýja mynd inn þá ýtum við á File og New og munum eftir því að hafa transparent hérna og við getum sagt OK hér, þá fáum við gat, ég er reyndar með aðra stillingu hérna þannig að ég ætla að taka hana af og núna getum við farið hérna í Edit og Paste eða líma, þá kemur myndin og munið eftir því að byrja alltaf á því að fara hérna þegar ég taki nýja mynd, segja duplicate layer og við getum sagt frummynd og við skulum hafa hana neðsta og þessa mynd hreyfum við aldrei við, þessari mynd hreyfum við aldrei við vegna þess að við viljum hafa hana óbreytta, við þurfum eitthvað að breyta. En það sem ég ætla að byrja á því að gera hérna er að ég ætla að finna mynd til að setja á skólavagina. Það er eitt af því sem þið eigið að gera og ég ætla að fara aftur hérna og googla mynd hérna og ég ætla að finna pálmatré sem ég hef búin að finna. Ég hægri smelli á það og segi Copy Image. Þá er ég búin að gera það og fer aftur í Photoshopið og núna þarf ég ekki að búa til nýjan layer eða nýja glæru eða lag, heldur get ég bara farið beint og sagt líma eða paste. Sjáum við þá er komin pálminn hérna en hann lendir hérna á milli. Skulum færa hann efst, hafa hann efsta lagið. Þá kemur það hérna en þetta er nú ekki mjög fallegur pálmi af því að það passar ekki við loðinu vegna svo mikið hvítt bak við hann. Og munið, þá förum við hérna í töfrasprotann, Magic Wand Tool og við smellum á þetta hvíta, sjáum við það sem að yðar allt í kring hérna og segjum bara Delete á Delete takkanum. Þá er þetta bara farið. Hérna er eitthvað pínulítið meira. Þannig að við getum farið hér á milli, sjáum við, eða hvað gerist? Nei, jú. Þá er þetta komið, pálminn er farinn og við skulum bara fara hér og ýtum á Ctrl og D til að losna við þetta tifandi dot og þá getum við fært hann, sjáum við þá hvað sem við viljum og við viljum hafa pálmann hérna, bara eigum að hafa hann hérna á lóðinni. Lítur hann ekki vel út eða eigum að hafa hérna á hann í. En þá þurfum við að minnka og munið þá erum við með krossin í næsta valinn og segjum Ctrl og T og þá fáum við svona ramma og með því að haldi niður í hástafalásnum eða shift-takkanum og koma hérna þá minnkar hann í réttu hlutfalli og þannig getum við komið honum fyrir í trjábyggðunni hérna og við ýtum á Enter. Þá er þessi fíni hérna pálmi kominn. Það er að vísa eitthvað hérna í kringum hann og við getum hæglega að losna við það. Við getum prófað að ýta það með hérna. Þá þurfum við að velja pálmann hérna og hvað gerist? Jú, það litaðist þannig að við getum losna við allt þetta sem var hérna með Magic Wand Tool og þá er það bara komið. Ok, en við ætlum líka að gera annað. Við ætlum líka að lita hlerana hérna. Við skulum lita hérna þennan hlera sem er gulur, við skulum lita hann öðruvísi. Til þess að sé auðveldara að vinna þá ýtum við á Ctrl og plus, þá stækkum við myndina, sjáum við þið. Og við veljum okkur núna þennan hérna. Þennan kall hérna sem að teikna myndir. Ef við höldum niður í tækinu þá getum við valið hvað við viljum. Við viljum þennan hérna. Og núna sjáum við ef ég smelli hér, sjáum við það komin örfín lína. Tökum hana hérna og hér og lokum hringnum sjáum við hvernig þetta er hérna. Og við ætlum að hafa þetta einhvern veginn á litinn.
Þá veljum við málningarfötuna því við ætlum að hella inn í þetta hérna. Veljum þennan, hvernig við ekki hafa þetta bara almennilega blátt, þannig að sjáist, ók, og við hellum hérna í, þá þessi gluggi hérna orðin, eða hleru orðin blár. Sjáum það, ef við segjum svo aftur Ctrl mínus, sjáum þið, þá hér, en nú bilaði ég á einu, nú Ctrl D, þá hverfur þetta, nú gleymdi ég einu, sjáum þið, pálminn og liturinn á sama layer, það ætlaði ég ekki að hafa. Þannig að ég ætla að fara hér og eitt skref tilbaka, annað skref tilbaka og þriðja skref tilbaka og nú ætla ég að fara hér aftur hérna á þennan layer og segja hægri smell og segja duplicate layer og ég ætla að segja kalla hann layer liti og ég hef hann efstan, ég hef lita layerinn efstan, sjáum við. Það var ekki sniðugt, þannig að við skulum hafa litalegir hérna fyrir neðan og pálmatrið efst, og því efsta tekur alltaf það sem sést. Og við erum að velja litina, þá veljum við þennan og við förum aftur hingað og við teiknum hérna í kring, sjáum við, kringum þennan gula hérna, sjáum við, förum, sækjum málningarfötuna og sækjum bláan lit og hellum hérna, sjáum við. Svona kemur þetta. Og Ctrl D til að losna við þetta tifandi. Svona vil ég að þið litið alla hlerana og þið litið veggina hérna. Málið skólan í þeim litum sem þið viljið hafa hann, setjið það sem þið viljið hafa á skólalóðinni, gera þetta allt saman núna í þessum tíma. Við getum sett einhver leiktæki hérna eða hvað sem sól, eitthvað hérna. En núna skulum við stoppa þetta og þið byrjið að vinna og þið getið alltaf flett upp hérna ef þið viljið skoða.